aukaliðin frá leiknum í Kharkiv. Hvernig hefur vikan frá honum liðið og allir leikmenn leikfærir og hvernig bara stemningin í leiknum? Já, heilt yfir stemningi verið góð. Við erum búin að eiga mjög góða æfingaviku, fara ágætlega yfir hlutina. Það svona, það getur verið óþægilegt þegar þú ert að mæta andstæðing sem þú er aldrei mætt áður og erfitt að vega og meta styrkleika, veikleika og svona hvar þú átt að mæta þeim. Þannig að við lærðum mikið á leiknum síðast og fyrir þann leik lögðum við mikla áherslu á varnarleikinn og skipulag og þess áttar eftir stórt tap í leiknum þar á undan. Þannig að þeir hluti gengu ágætlega eftir í síðasta leik en við vorum kannski ekki alveg nána með sóknarlega hlutan okkar og vikan hefur kannski snúið svolítið það, hvað við getum bætt þar. Þannig að það hefur gengið ágætlega og allir leikmenn eru leikfærir allavega og tilbúinir í slaginn og það bara, maður finnur fyrir tilhlökkun og spennu í hópnum en við gerum okkur grein fyrir því og fundum fyrir því fyrir viku síðan, þetta gott lið og við þurfum að eiga betri leik á morgun heldur en síðast ef við ætlum að fá sigur út í leiknum, það sem við stefnum að. Það var leikurinn fyrir viku síðan á grasinu og við komum á gervigrasið okkar, getur það máli? Kemur í ljós, við erum allavega hér á okkar heimavelli, þekkjum hann betur og með því og vonandi góðum stuðningi frá áhorfendum að þá gæti það hjálpað okkur til þess að eiga betri leik. Veit hins vegar að þær úkraínsku spiluðu leik helgina og völdu að spila hann á gervigrasi til að undirbúa sig fyrir þennan leik. Þannig að þær eru vel undirbúin líka. Þetta vera sama spurning til þín. Hvað þá? Heimavöllur, gras, gervigras, skiptir máli, bara ekki bara gáða? Já, jú, það mjög gott. Fínt líka að vera bara búin að taka hann svona kannski sviðskrekk á móti þeim í fyrsta skipti úti og ná í stig þar. Og það var bara fínt, ég held að það sé gott að við þurfum ekki að ferðast neitt, við þurfum að spila heimavelli og eigum þar að leiðandi bara miklu meiri séns að vinna þennan leik. Já, og það ekki eins og segja, sviðskrekkur, spennulósun að koma með stig, það ekki bara hvatning til að ná í fleiri? Jú, algjörlega, bara stefna núna að skora fyrsta markið og vinna leikinn, það er bara svoleiðis. Verður það hvert glæð það ekki á öðru? Já, það er svolítið svoleiðis, við getum verið að skrifa söguna í hverjum leik. Þú talar við þekkja andstæðingarna betur og þurfum við að spila betur til þess að vinna það núna. Hvernig ætlið þið að fara því og hverju ætlið að breyta? Við þurfum að vera með aðeins meiri ró á boltan. Við þurfum að geta haldið betri boltan heldur en síðasta leik til að geta byggt upp öflugri sóknir. Við fórum frekar varkárt inn í leikinn síðast og við munum reyna að færa okkur aðeins framar á völlinn án þess þó að opna okkur of mikið. Þannig að við reynum að vera aðeins aggressívari á morgun heldur en síðasta leik. Og kannski Agla, hvernig varst það að spila við þetta lið síðast? Hvernig það svona, við horfum á líkamlega og svona, já, hvernig matsaður upp á móti ykkar lið? Þetta er bara hörku lið, þetta úkraínska lið og en ég held samt sem áður ef við erum allar eigum okkar dag þá hefur við góðan séns á að vinna þér. Þannig já. Ok. Gekkið það bara. Takk fyrir okkur.